Góða kvöldi kæru áhorfendur og verið velkomin hérna í Akraneshöllina. Þetta miðvikudagskvöldið, Kári Árbær, þriðadeild karla, 10. umferðin sem hefst með þessu leik. Það verður að viðurkennast að Káramönnum hefur ekki gengið jafn vel í sumar eins og vonir stóðu til. Því miður að þeir sitja full neðarlega í töflunni fyrir okkar smekk í að tífi manna, en við gefumst ekkert upp fyrir í fullan hefana og hér allavega er nýtt tækifæri til þess að rífa sig í gang. Sjáum að það eru Káramenn sitja núna í 9. sæti með 9 stig, einungis 2 sigurleikir í þessum 9 leikjum, á meðan að andstæðingarnir Árbær situr í 4. sæti með 17 stig, jafnmörg stig og Kormákur Hvöt í sæti sem eru í 3. sæti á markatölu og einungis 2 stigum og eftir toppliðunum sem eru Reynir Sandgerði og Víðir. Reynir Sandgerði mitt síðasti leikur Káramanna 4-1 tap þar, en við skulum bara renna í byrjunarliðin hér í kvöld. Það í markinu hjá Káramönnum er leikmann nr. 12 Aron Bjarki Kristjánsson, nr. 3 er fyrirliðinn Sverrir Mar Smárásson, nr. 4 Hafþór Pétursson, nr. 10 Gabriel Þór Þórðarsson, nr. 15 Marteinn Theódórsson, nr. 17 Kristófer Áki Hlinason. Tveir nr. 17 hérna samkvæmt skýrslunni, en það eru nú einhver misskilningur hvort að við þurfum að hreinlega bara uppfæra það. Það er það ekki Marino sem er iðulega nr. 17, hann er spurning með Kristófer Áka, við þekkjum það nú í sundur, það vill nú til. Nr. 18 er Sigurjón Logi Bergþórsson, nr. 21 Sveinn Svavar Hallgrímsson, nr. 23 Hilmar Elís Hilmarsson og nr. 37 Guðfinnur Þór Leósson, sem aldrei hefur reynst liðstyrkur síðan að hann kom inn í liðið. Hjá Árbæingum er það Sindri Þór Sigþórsson fyrirliði sem stendur í markinu nr. 1. Nr. 2 er Alexander Ágúst Mar Sigursson, nr. 5 Sigurður Karl Gunnarsson, nr. 6 Ástór Ingi Runólfsson, nr. 8 Aron Ingi Kristinsson, fyrir leikmaður Kára og Ía og skagamaður í húð og hár. Skulum hafa það alveg á hreinu. Nr. 10 Aron Breki Aronsson, nr. 11 Andri Márína, nr. 17 Ævar Daði Stefánsson, nr. 18 Nemanja Lekanic, nr. 22 Marko Jeremic og nr. 23 Jordan Chase Tyler. Hörkulið sem að Árbæingar hafa á að skipa, en varamannabekkirnir eru hér. Á bekknum hjá Kára er varamarkmaður Logi Mar Hjaltesteð og aðrir varamenn eru Fjalar Örn Sigursson, Kolbeinn Tumi Sveinsson, Fylkir Jónsson, Hilmar Halldórsson, Börkur Bernhard Sigmundsson og Helgi Rapp Bergþórsson og þjálfarar Aron Ími Pétursson og Andri Júlíusson. Á bekknum hjá Árbæ eru Eyþór Ólafsson, Alfredo Ívan Arguello Sanabria, Gunnþór Leo Gíslason, Elmar Logi Þrándarsson, Markus Máni Jónsson, Hjalti Kárásson Djurhus og Viðar Logi Pétursson, og þjálfari Árbæinga er Gylfi Tryggvason, og liðin er að mæta hér í hús. Dyggilega, það er ekki allavega Káraliði sem er mætt í hús hér, já Árbæingar fór aldrei neitt og dómaratríóið mætt. Svo heyrist Reynir Ingi Finnsson stjórnar þar öllu og aðstoðar dómarar hans er Ragnar Arelius Sveinsson og Tryggvi Elías Hermansson. Það er verið að leika í lengjudeild karla í dag, það er nú sem skiptir okkur skagamenn máli. Vestramenn eru 1-0 yfir í uppbóta tíma gegn Leikni frá Reykjavík. Gróttumenn og leiklokið þar fyrir vestan, 1-0 sigur Vestra, og Grótta er 1-0 yfir gegn Selfossi þegar fyrri hálfleik er nánast lokið. En já, Káramenn hafa
Það unnur endar í bikarkeppni neðri deildana, KF 4-1, en í deildinni hafa þeir ekki unnið síðan 7. júní þegar þeir unnu Hvíta Riddarann 2-1 hér á heimavelli, en eins og ég sagði á hann síðasti leikur þeirra var 25. júní, Reyni Sandgerði útivelli 4-1 tap þar, miklar sveiflur, Árbæingar hins vegar búnir að vera svona nýlega komnir að 4 sigurleikja hrinu, töpuðu í síðustu umferð 24. júní 3-1 á heimavelli gegn Kormáki Hvöt og já, það er engin smá auglýsing á búningi Sindra Þórs. Ég var nú ekki búinn að sjá hvort að þetta er sama auglýsingin á öllum, ekki frá því. Og liturinn á búningnum hjá Sindra alveg í stíl við merkið á búningnum, en við menn rétt að skríða saman eftir marathon helgina síðustu. Það var Norðurálsmót hér föstudag, laugardag, sunnudag, bein útsending frá öllum dögunum. TV völlurinn, við erum að tala þarna einhverja rétt 20 klukkutíma af fótbolta, rúmlega það. Og það eru upptökur sem og auðvitað svona brotaði besta, svona stemmingsmyndbrot er að finna á YouTube-rásin okkar. Og þá sem áttu fulltrúa úr fjölskyldunni til þess að grúska í því og skoða og kíkja á þær upptökur. Gríðarlega skemmtilegt verkefni sem að okkur er falið ár hvert og við tökum að okkur. Sjálfsögðu engin rauð spjöld komin ennþá hér. En þá er þetta komið á staðar, Káramenn sem að hefja leik. Kemur strax langur bolti frá Marteini, fram á Svein. Aron Ingi skallar það frá. Aron skallar fram, Sveinn Svavar finnur Sigurjón, hann á Martein aðeins og framalega, þarna færur Kýrek. Gabriel Þór að sleppa í gegn, Guðfinnur búinn að pikka hann upp hérna, kemur með hann yfir á fjær en aftur fyrir hressileg byrjun heimamanna. Kristófer Áki sýnist mér vera númer 14. Svona vel gert þarna hjá Jerenic, spila tilbaka, Aron Ingi fær hann hér, hann er með Aron Breka úti vinstra megin, finnur hann. Aron séð með boltan inn á teginu, Káramenn í vandræðum og það er Tyler sem leggur hann út til hægri á Marko Jeremic. Jeremic með boltan inn á tegin, þar er frýr skalli og þarna vilja menn fá hendi, ekkert dæmt. En hotspinna hins vegar, getum kannski séð þetta aftur, ég er ekki viss um að þetta sjáist neitt frá okkar sjónarhorni. Já, Já, en á móti kemur hvað er hendi í nútíma fótbolta. Þetta sýndist mér fara í höndina á Hafþóri, alveg klárt. Slök sending hérna frá Hilmari, sendingin beint á Hafþór.
Hafþór á Marino, frábærlega gert. Guðfinnur sendingin í gegn, Gabriel eldir. Gabriel á fleygiferð en frábærlega gert hjá Sindra í markinu. Finnur Aron Breka. Hann rekinn tilbaka. Sigurður Karl fram á Chase Tyler. Hann tilbaka á Sindra. Hilmar vinnur þennan, Chase Tyler, missir hann, Guðfinnur, nei, Sigurjón segi ég. Kemur langur bolti fram, Hafþór skallar þetta frá, þeir ná honum aftur, það Andri, Morína fyrirgefiði. Sveit fram á, Marino Hilmar gengur ekki. Chase Tyler út til hægri. Lekanic uppi og sem boltinn upp í hornið. Ævar Daði nær að snúa. Hilmar, nei, Marteinn Theodors setur hann út af. Getum kannski náða að sjá aftur hérna örlítið hægar. Sjáu þið hendina á Hafþóri. Ég held að þetta sé nokkuð borðleggjandi. Og já, skiljanlegt kannski að Árbæingar hafi verið pínu skúfaðir þarna. Fín vörn þarna á Hilmar Elís. Kemur langt innkast. Já, Hafþór stangar þetta frá. Og aftur út af Sigurður Karl fær þá bara annað tækifæri. Þetta er nú vel frá markinu. Hann ætlar sennilega að flengja þessu aftur inn. Kemur fast upp aftur eða Hafþór sem að skalla fram. Marino nær að komast í boltan. En Gabriel sendir hann frá sér. Aron Breki tilbaka og Alexander hann út á Sigurður Karl. Hann tilbaka. Nei, hann er Sigurður Karl. Jeremits sem senda hann tilbaka. Aron Breki horfir yfir. Kemur með hann langan í áttina að Ævari Daða. Sverrir Mar kemur þessu frá, ekki langt. Það er Ástór. Vel gert hérna og Aron þarf að hafa sig alla með í markinu. Árbæingar að byrja þetta af miklum krafti eftir mjög hressilega fyrstu sekundur hjá Káramönnum. Sjáum hérna skotið. En vel varið. Kemur hótspinnan. Sigurjón skallar þetta frá. Nær hann að halda þessum innan? Nei, gerir það ekki. Kemur langt yngast, þetta er á miðjan tegin. Hafþór enn að sá sem að skallar þetta frá. Gabriel, reyndar númer 29, ekki 10 eins og segir á skýrslunni. Kári í vandræðum með að halda boltanum hérna. Vel gert hjá Sveini.
Vinnur Marino sem að kemst ekki áleiðis. Morena, frábær tæklingi á Hafþóri. Tilbaka á Aron. Aron setur hann inn á teiginn, Hafþór kemur þessu frá. Káramenn bara í nauðvörn hér. Aron Ingi lyftir þessu inn á teiginn, það er Morína. En boltinn út af, eða upp í loft skulum við segja. Nei, innkast er dæmt. Og þá er enn og aftur Sigurður Karl kominn til þess að grýta þessu inn á teiginn. Enn er það Hafþór sem er í honum og Aron Bjarki síðan handsamar hann. Aron út á Sverri. Sverri á Hafþór. Káramenn með 3 manna varnarlínu og vangbakverði hérna Kristófur Áki og Sveinn Svavar. Umrunni sé Káramenn spila þetta kerfi allt frá því að þeir spiluðu gegn Þór hérna í bikarnum. Martin Theodórsson með allt og langa sendingu hérna fyrir Svein. Spurning hvort að Káramenn reyna að læsa á Árbæinga hér. Sigurjón vinnur fyrsta boltan, fær hann aftur síðan frá Guðfinni og ekkert hamagangur hér. Morína að sleppa fram hjá Sverri Mar en sjáu þið sprettin á Sverri. En Morína nær að halda boltanum hérna og kemst í skotið en það er í Sverri. Kristófer síðan kemur þessu frá. Sigurjón gerir vel, finnur Gabriel, fær hann aftur. Þetta er allt voða erfitt samt. Alexander kemur upp með boltan hérna. Fær nógan tíma að senda ekki frá honum eins og er allt og einarlega. Aron Bjarki. Heyrðir hann. Og það er aukaspyrna dæmt hér. Og Ástór Ingi Runólfsson fær smá tiltal hér. Já, það fær hér gult spjald. Fyrsta spjaldið Ástór Ingi Runólfsson fyrir þetta brot. Það er Martin Theodórsson sem að ætla sér að sitja þetta á teginn. Sveinn kemur hérna, býður sig stutt. Martin inn á fjærættur og vinnalega. Sindri í vandræðum, boltilaus í tegnum en þeir ná að koma þessu frá. Aron síðan hreinsar þetta frá, beint á Sveinn. Sveinn hótar að lyfta honum inn í. Gerir það ekki, finnur Martin hérna. Martin síðan með hægri inn að markinu og hann dettur hún á slána. Hörku sókn hérna. Sjáum hérna vandræðin, erfiður snúningur á þessum bolta. En þetta heldur síðan áfram hér. Sveinn gerir þetta vel. Finnur Martin og Martin með þekktari fyrir sinn vinstri fót. Káramenn vinna boltan. Guðfinnur að finna Gabriel gengur ekki, rangstaða Morína. Já, ágætis svar hérna frá Káramönnum. Sverrir á Martin. Náða að standa af sér hérna. Hansi hressilega pressu frá Árbæingum. Sverrir með skiptinguna yfir á Kristófer Áka. Hann á Hilmar. Hafþór.
Langur bolti aftur upp í vinstra horni, Kristófer Áki eldir. En Jeremík skallar þetta frá. Gabriel fer síðan í skoti rétt yfir markið. Sindri snerti ekki þennan bolta. Sjáum þetta aftur hérna. Frábærlega gert hjá Gabriel. Lúmst skot. Alls ekki svo langt frá því. Já. Sindri með langa spyrnu frá markinu. Þarna er dæmt hendi. Káramenn öllu rólegri á boltanum núna. Marteinn. Gabriel. Þetta er Guðfinnur. Tilbaka á Hilmar. Hann á Marteinn, Sigurjón. Sigurjón lyftir þessu fram á Svein. Þessi er erfiður. Svein nær ekki að halda þessu inn á. Aðeins og langur. Hörku stemming hérna sem að fylgir Árbæingum með stuðningslið hérna með sér. Guðfinnur á Marinó. Boltinn rekkur til Sigurjón. Sigurjón reynir fyrirgjöfina, fer í varnarmann hérna. Morína undir pressu frá Sverri og brotið á honum. Vel gert hjá Sverri að stoppa þessa sókn í fæðingu. Aron Ingi reynir sendinguna fram á við á Hafþór. Aftur viljaði fá hendi á Hafþór. Hann er greinilega bara hvað maður kallar maður það með friðhelgi. Sverrir skiptir yfir. Hafþór aftur á Sverri. Gabriel býður boltan. Sendingin ekki nógu nákvæm. Marteinn er að taka niður. Miklu betra frá Káramönnum núna þessar síðustu mínútur. Hilmar á Kristófer. Kristófer Áki tekinn þarna niður af Lekanic. En það er Gabriel Þór sem að tekur þessa spyrnu. Hafþór Pétursson laumar sér á teginn sem og Hilmar Elís. Sverrir Mar býður átekta. Hann fer bara, það er bara algjört spari ef hann fer inn á teginn. Guðfinnur nær skallanum en aðeins auðveldur fyrir Sindra. Sindri snöggur að koma þessi leik. Aron Ingi á miklum spretti hérna. Sigurjón eltir hann. Kemst langa leiðin, setur hann yfir á fjær. Aron Bjarki kemur út úr markinu og hann samar hann. Aron Bjarki var auðvitað leikmaður Kára hér áður fyrr. 2021 lék hann með Kára, síðan 2022 lék hann með Völsungi. Þar til núna í sumar, ekkert spila verið þá á þessu ári. Kemur langur bolti fram og langur. Aron Ingi fær á sig smá pressu hérna, leysir þetta vel.
finnur Aron Breka, Sverrir Mar eltir hann, kominn hérna vel fram á völlinn, rekur hann bara áfram. Sveinn Svavar skallar hennar fram á því, Sigurjón síðan fellur við, ekki dæmt. Sveinn Svavar búinn að vinna boltan aftur og vinnur innkast. Nei, aukaspyrna dæmt á endanum. Það Marteinn, skapaðist stór hætta úr aukaspyrnu hans hérna fyrir nokkrum mínútum síðan. Marteinn inn á fjær, Sindri út úr markinu og öruggur þarna. Snöggur að koma þessi leik. Spyrnan beint á Sverrir Mar, hins vegar Kára með vinna annan boltan líka. Marteinn á Sigurjón. Sigurjón á Guðfinn. Hilmar Elís rekinn tilbaka hérna af Jeremic. Sverrir kemur með hann langan fram á Guðfinn, Sindri út úr teiknum og kemur þessu vel frá sér hérna á Aron Inga. Ævar með flotta sendingu síðan á Aron Breka, en sendingin frá honum hins vegar ekki eins góð og aðdragandinn verðskuldaði í rauninni. Hilmar Elís, Kristófer vill fá hann í hlaupið, færa hann, en það var svo sem erfið sending að framkvæma og mistókst hjá Hilmari. En á eitt af því sem hefur breyst í leiknum að býður nú við mikill hamagangur hérna og þarna fellur Lekanic við að Chase Tyler, sem var nú svolítið í spilinu hérna fyrstu 5-10 mínúturnar, hefur í rauninni verið klipptur út svolítið af Káramönnum. Aron Ingi, Aron Breka, Mórína fær boltan inn fyrir, komin upp endamörkum, frábær vörn hjá Hafþóri Péturssoni. Rennir sér þarna fyrir. Tuttugu mínútur liðnar, staðan ennþá 0-0. Í rauninni sanngjörn staða, myndi ég segja, eins og Nú ræðum við með hotspyrnuna, Káramenn í smá vandræðum og aftur vilja þær fá hendi. Sá nú ekki, ég held að þetta hafi nú ekki verið alveg eins. Við skulum kannski reyna að sjá þetta aftur á hvað þeir eru að kalla þarna. Aron fram á Mórína, Sverrir er aldrei langt undan. Ævar séð með sendingunni inn fyrir Aron Breka sem er kominn hérna í hlaupinu og Hafþór og kannski náum að sjá aftur þetta sem þeir voru að kalla eftir áðan. Nei, það er held ég að jafn mikið og hitt var hendi, þá var þetta ekki hendi. Staðan ennþá 1-0 á Seltjarnarnesi í leik Gróttu og Selfoss. Það er síðari hálfleikur hafinn, kemur hotspyrnan löngu yfir á fjær. Ástór Ingi nær þessum og ætlar að reyna að vinna annað horn og gerir það. Einnig verið að leika í bestu deild karla, þar er leiklokið IBVF 2K0 þrátt fyrir 2 rauð spjöld á IBVF. Fram 1 HK 0 í upphæfið síðara hálfleiks og KR 1 Keflavík 0. Kemur hotspyrnan og Káramenn ná að koma sér frá. Aron síðan kemur þessu afturinn á teginn, Guðfinnur skallar frá að þessu sinni. Ná að reka á tilbaka Alexander út á Ævar. Ævar reynir sendingunum á teginn, beint í Sigurjón.
Boltinn ennþá í leik. Aron kemur utan á hann, Ævar fer inn á völlinn. Löng skipting yfir á Lekanits. Lekanits reynir fyrir gjöfina, Kristófer Áki er fyrir. Þá er það Sigurður Karl. Kemur með langt innkast, það er nú bara eitt rautt spjald á IBVF, skulum ekkert vera að gera þetta neitt meira en það er. Kemur innkasti frá Sigurði, gríðarlega langt. Guðfinnur skallar fyrst, Sigurjón síðan. Aftur Sigurjón. Svo ná Káramenn að koma þessu frá. Það er að létta pressunni, boltinn tilbaka á Sindra. Það er Marino mættur. Aron, langur bolti beint á Hafþór. Hann skallar á Martin Theodorsson og dæmt síðan hérna Jordan Chase Tyler. Jordan Chase Tyler auðvitað gert að hefur verið víðförull. Já, þetta er í fyrsta skipti sem að ég er í þetta hérna í höllinni. Laser hefur spilað með Jordan Chase Tyler, leikið með afturheldingu Víði, Þrótti Vogum lengi, Hetti, KF og er núna með Árbæingum. Langur bolti fram á Kristófer Áka. Lekanits til varnar, Kristófer reynir að fara sjálfur, en þá meðan hérna Gabriel og aukaspyrna dæmd á hættulegum stað. Það er Gabriel Þór sem að tekur spyrnuna, þéttur pakki og Sverri Mar líka. Þannig að þetta er spari. Kemur boltinn yfir á fjærin á að skalla þetta frá. Sigurður Karl gerir það, Sveinn Svavar síðan aftur inn á teginn. En aftur fyrir Sindri vill sína menn framar á völlinn. Gríðarlega góða spyrnur frá honum. Hafþór hins vegar opbóðslega sterkur í loftinu. Kemur löng sending hérna yfir Sveinn Svavar. Skallar þetta frá Aron Ingi. Aron Breki. Aron Ingi kemur utan á hann. Hann á Ásþór. Jordan Chase Tyler. Aftur út á Aron. Tekur síðan hlaupið en sendingin kemur yfir á fjær. Hilmar Elís stekkur þar hæst. Lekanits tilbaka á Ævar sem fer í skotið en það er beint í fangið á Aroni. Sjáum aftur þessa sókn hérna. Ekkert mál fyrir Aron Breka hana. Fyrir hálfleikur rétt rúmlega hálfnaður og ég myndi segja svona frá 15. mínútu hafi Káramenn svolítið stjórnað þessum leik. Þessi leikur er náttúrulega svolítið mikið spurningin hvað þeir ætla sér að gera restina af sumrinu, hvort að þeir ætla að í einhver alvöru að blanda sér í efri hlutan. Það er styttra en maður myndi halda verandi í 9. sæti ef maður skoða töfluna. Þetta er bara nokkri leikir, nokkur leikjarönn sem að geti skipt sköpum. Vil spila í Árbæingum hérna Aron. Aron ennþá með hann. Sverri Mar síðan reynsar þetta upp í rjáfur.
En tapi Káramenn hérna í kvöld, þá er í rauninni kannski þeirra markmið að halda sér í deildinni hreinlega. Það er sorglegt að segja frá því að þá gæti bara einhvers konar fallbarátta verið þeirra hlutskipti í sumar. En vonum að sjálfsögðu að það verði ekki. Við viljum fá þetta lið upp deild. Það er betra fyrir alla bara. Aron Ingi sendingin í gegn en Sverrir Mar skýlir þessum. Já, þarna var einhver vel valinn orð sem Aron Breki fekk frá okkar manni Sverrir Mar. Sverrir, langur bolti fram, Gabriel í laupinu hérna, Alexander Marino yfir á Kristoffer reynir sendinguna yfir, gengur ekki, Káramenn búin að vinna nattur, Sigurjón tilbaka á Hilmar, á Kristoffer hörku tækling hérna, aukaspyrna dæmd, farið að fara aðeins í skapið á Árbæingum, kvarta yfir mörgum dómum núna. Virtist nú taka boltan svo sem, en við höfum nú séð það í fótboltanum í dag að það er ofta ekki nóg ef að maðurinn er tekinn líka. Hvað sem manni svo finnst það, snýst allt að reyna að vernda menn og svo framvegis. Kemur spyrna frá Gabriel inn að markinu, Sindri, þetta er auðvelt fyrir hann. Hann hefur nokkuð sterkar nærveru þarna. Hörku sókn hér, sendingin yfir, Morína, þetta er framalega fyrir hann. Magnaður Sindri Þór. Mjög gott auga fyrir því að koma boltanum fljótt í leik. Finnur á Hilmar, Marteinn, fram á Gabriel, hann er að snúa, leggur síðan á stað hérna á flegiferð. Gabriel heldur af hann brotið á honum hér, Alexander Ágúst sennilega næla sér í gult spjald hér. Já, spjaldið er komið úr vasanum, annað gula spjaldið á Árbæinga, hérna frábær sprettur og Gabriel Þór. Alltaf hressandi að sjá leikmenn sem að horfa fram á því þegar þeir fá boltan. Það er alltaf hægt að treysta á Gabriel í því. Það er Marino Hilmar núna sem að fær að spreyta sig aukaspyrnunni. Spurning hvort að við fáum ekki bara skot þá úr þessari aukaspyrnu. Fram 2, HK 1. Búið að vera fjör þar í upphafi síðar hálfleiks. Marino, hann lætur vaða á markið en Sindri snerti þennan hörku skot hjá Marino rétt yfir markið. Reyndar Sindri með fingur á þessum eða hvað, það er allavega að mati dómarans. Þessi var aldrei á leiðinni í markið svo sem. Gabriel með hotspyrnuna, boltinn dettur niður í tegnum, Aron Ingi kemur þessu frá og Hilmar Elís hérna hund eftir Jeremic og já, ég er nú ekki vissum að þetta hafi verið rétt en innkastið dæmt Árbæingum. Vel spilaði Árbæingum hérna en frábær vörn hjá Sveini. Sveinn finnur Guðfinn og hann vinnur innkastið. Marteinn fær hann hérna inn á miðunni. Tilbaka á Sverri.
Sverrir lyftir honum fram á Guðfinnur með gott hlaup hérna, ekki rangstæður, móttakan erfið, boltinn tilbaka á Sindra sem að, já, þræðir hérna loftabitana. Þessi sending beint á Hilmar Elís. Sigurjón ákveður að snúa við. Hafþór á Guðfinn sem hann kom honum hann áfram á Gabriel. Hann sé með sendingunni fyrir á Svein Svavar sem er ekki rangstæður. Sendingin fyrir of há þarna og siglir aftur fyrir. Aðdragandinn mjög fínn þarna. En sendingin frá Sveini ekki nógu góð. Spila Árbæingar út að þessu sinni. Hilmar, já, menn eru farnir að læra að spila hérna inni. Vita hvar, nei, ekki Hafþór. Þetta er skynsamlega gert. Og væntanlega verður boltanum spyrnt aftur á Sindra. Minni á beina útsendingu okkar annað kvöld, eða já, seinni partinn á morgun. Það er leikur klukkan 6 í að Þóra Akureyri í beinni frá Norðurálsvellinum. Við að sjálfsögðu þar á staðnum. Kemur langur bolti fram, Sveinn vinnur þennan bolta. Ævar á Aron. Aron síðan inn á miðsvæðið á Stór. Nær að snúa, skýtur boltanum beint í andliti á Gabriel þarna. Já, þetta var óheppilegt. Þá kemur Andri Júl á vettvang með hið töfrandi vatn. Akurnesinga. Færi ítarlega skoðun og er bara vottaður að mega halda áfram. Einnig verið að spila í lengjudeild kvenna núna í kvöld. Einn leikur Fylkir Grótta, þar er staðan 2-1 fyrir Gróttu. Þetta er bara 60 mínútna leik. Koma Árbæingar, Aron Ingi tilbaka á Sigur Karl. Alexander tilbaka á Sindra. Alexander tekur á rás, Marteinn mætir honum. Ævar vinnur á honum boltan aftur. Skiptingin yfir á Aron. Aron Ingi með skiptinguna hérna yfir á Lekanits. Jordan Chase Tyler. Nú er það Árbæingar sem ná að stjórna leiknum hérna. Aron Breki reynir fyrirgjöfuna, Sigur honum fyrir og hotspinna. Það hafa ekki ennþá náðu að fá svona reynt færi úr hotspinnunar hjá sér. En það hafa verið erfiðar hins vegar fyrir Káramenn að reynsa almennilega frá. Kemur boltinn inn á nærsvæði þessu sinni og Aron Ingi brotlegur þarna. Boltinn endar í netinu. Sjáum þetta kannski aftur þarna hrinding á, já, þetta er ekkert öxl í öxl neitt, en glæsilegt skot hins vegar sem endar í markinu. En
Fram 3, HK 1. Framarar að njóta sín á nýjum slóðum. Glæsilegt svæði þeirra í Ólafsárdal. Algjörlega til fyrirmyndar. Ævar nær að snúa eða hvað, Marteinn þrengir að honum. Ævar upp í hornið á Aron Breka. Aron reynir fyrirgjöfina, Káramenn ná að verjast því. Guðfinnur síðan, frábær tækling á Guðfinni. Með Gabriel með sér hérna hægra megin. Gabriel, Marino tekur hlaupið á fjær. Gabriel ennþá með boltan, kemur honum fyrir markið og Alexander setur þennan aftur fyrir. Og hornspyrna. Hörkuleikur hérna í beinni hjá okkur á IATV eins og svo oft. Marteinn Theodórsson tekur hornspyrnuna fyrir Kára. Allir leikmenn fyrir utan einn. Hafþór fer niður í teignum en ekki dæmt. Hilmar Elís út við hotfóna, vinnur aðra hotspyrnu. Það er í rauninni bara Sveinn Svavar sem er engin þáttakandi í leiknum hérna og Aron Bjarki auðvitað en allir Árbæingar inn á ein vítateig hérna verjast þessu. Gabriel Þór. Kemur með hann inn á teiginn. Sindri í smá vandræðum þarna en snöggur að koma í þessu leik. Aron Ingi á ferðinni. Merina kemur með honum. Sendingin í gegn. Aron Bjarki út úr markinu og reynsar hann í Merina. En boltinn í hot. Kristófur Áki þarna var mættur. Virkaði svona eins og þessi sending væri hálf misjöfnuð en eitruð. Og Aron Bjarki í rauninni heppinn þarna. Maður hefur séð þess að fara í netið. Það gerist í kannski einu af hverjum 100 skiptum. Inn á nærsvæði, Kristófur Áki skalla frá. Aron Ingi tekur frákastið. Hleður í skot. Vel yfir. Gott að sjá Aron Inga, heilan og sprækan af fótboltavellinum. Hefur oft átt í bölvuðu basli með meiðsli gegnum tíðina. Hæfileikaríkur strákur, ekki spurning. Hilmar Elís tilbaka á Aron. Aron með langan bolta fram á vinstri kantinn. Spurning hvort að Lekanits kom við þennan. Nei, ekki segja dómararnir það. Andri Júl ekki sammála. Lekanits kemur þess á endanum inn í Gabriel, missir hann aðeins frá sér, fær hann aftur á Marino. Gabriel gerir þetta vel hérna. Nálgast teiginn, komin inn á teiginn, setur hann fyrir markið og þetta er Sigurður Karl sem kemur þessu frá. Enn og aftur er Gabriel Þór sem á frábæra spretti hérna. Kristófur Áki með innkastið inn á teiginn. Jordan Chase Tyler kemur þessu frá. Kemur langur bolti út til vinstri, Kristófer tekur hann vel niður hérna. Kristófer kemur inn á völlinn. Inn á boltanum, Jeremic gerir það. Frábær, nei, brot hann dæmt á Guðfinn Þór.
Aron Ingi á Morína, enn og aftur Sverrir Mar alveg eins og skuggi á honum hann Hafþór yfir á Hilmar. Hilmar leggur á stað, setur hann út til vinstri og Kristófer geggjuð tækling hann hjá Jeremic. Alexander með langan bolta fram, beint á Hafþór. Marteinn aftur á Hafþór. Hann á Sigurjón ennþá með hann. Sendingin í gegn á Gabriel sem í rangstöðu. Fyrsta rangstaðan held ég bara í leiknum. Allavega á Káramenn. Góður fótbolti í þessu Árbæjarliði, ég verður bara að hrósa þeim fyrir það. Virkilega vel spilandi á köflum, en Káramenn er búin að eiga alveg skínandi leik líka. Svo það sé tekið fram. Sindri, sendingin hans beint á Marteinn. Sigurjón, Marteinn aftur, Marteinn langar í skotið, ákveður að setja hann á Kristófer konur á tegin, Kristófer með skotið, en Alexander kastar sér fyrir. Staðan ennþá 1-0 fyrir Gróttu gegn Selfossi í lengjudeild karla. Þar eru einhverju 20 mínútur eftir. Kemur innkastið beint á Jeremic sem kemur þessu frá Morína. Jordan Chase Tyler. Það sjáum við að það eru fullt af hlaupum frá svarta liðinu. Chase Tyler ennþá með hann. Skiptir núna yfir, en sendingin ekki góð. Kristófer skallar þetta frá. Jordan Chase færir hann aftur. Leggur hann tilbaka á Aron Breka. Aron lyftir þessu yfir til hægri. Jeremic. Sendingin í gegn á Ævar, en Hafþór hreinsar þetta frá. Lukanic fellur auðvitað við hér. Þetta var nú sennilega brot held ég, en ekki dæmt. Gabriel fer á stað. Gabriel ennþá á ferðinni, en frábær tækling þarna hjá Ásþór Inga. Og venjulegur leiktími liðinn hérna í fyrri hálfleik. Stefnir allt í markalausan fyrri hálfleik hér í annars fjörugum leik. Aron Ingi reynir sendinguna beint á Sverrir Mar síðan út á Svein. Fyrir utan kannski eins og ég segi, fyrstu 10 mínúturnar hafa Káramenn í rauninni ekkert verið opnaðir. Sverrir fram á Marino, reynir hérna netta snertingu inn fyrir á Guðfinn, gekk ekki. Sigurjón, Aron Ingi vinnur á honum boltan og þá er flauta til hálfleiks, staðan 0-0. Í rauninni skemmtilegu leikur og ótrúlegt sé, fullt að gerast, bæði liða að reyna að sækja, en hafa varist vel. Kannski það markverðasta skulum við kannski skoða hérna. Það er eitthvað til að ræða í hálfleiknum. Það er þetta hér, hendi eða ekki hendi. Reglurnar eru bara orðnar svo flóknar í dag að það er erfitt að. Þetta er eitthvað til þess að spjallum í hálfleiknum, en við tökum okkur hlé hérna líkt og aðrir, en komum með síðara hálfleikin eftir cirka 15 mínútur. Ekki fara langt.
Jæja, góður áhorfendur, velkomin aftur í Akranes höllina. Framundan síðari hálfleikur í leik Kára og Árbæjar hér í 10. umferð 3. deildar. 0-0 í hálfleik en stór skemmtilegu leikur. Við rennum eldsnögt yfir stöðu í öðrum leikjum. Grótta er ennþá 1-0 yfir gegn Selfyssingum sem er orðnir einum færri. Þór Lórens með rautt þar. Svo við finnum einhverja skagatengingu í því. Framarar 3-1 yfir gegn HK í bestu deild karla. KR 2-0 yfir gegn Keflavík. Þar er komið á 90. mínútu. Og Grótta ennþá 2-1 yfir gegn Fylki í lengjudeild kvenna. Fyrr í dag sigraði IBF KA 2-0 í bestu deildinni og Vestri sigraði Leikni frá Reykjavík í lengjudeildinni. En þetta eini leikurinn sem er í þriðju deildinni í dag. Hilmar Halldórsson kominn inn á hérna, væntanlega fyrir Svein Svavar, sýnist mér, kemur út á hægri vænginn. Hilmar Halldórsson. Engin breyting sjáanlega á Árbæjarliðinu. Fyrst nú verið í rangstöðu þarna, Morína er ekki dæmt. Kemur Æva með boltan fyrir marki, Kristófer Áki kemur þessu frá, Hilmar síðan framlengir. Aron Bjarki Kristjánsson er í markinu á Kára, í varnarlínunni Sverrir Mars Márásson, Hafþór og Hilmar Elís. Á miðjunni Marteinn Theodórsson, Sigurjón Logi og Guðfinnur Þór. Í fremstu línu Gabriel Þór og Marin og Hilmar, á vængjónum Kristófer Áki og Hilmar Halldórsson. Núna Hilmar út á Kristófer, aftur tilbaka á Hilmar, aftur á Kristófer, aðeins fyrir framan hann hérna. Ævar nær að stoppa hann. Jeremic, sendingin inn fyrir og þarna er Morína brotlegur. Sindri Þór Sigþórsson er í markinu hjá Árbæ, vörðinni Alexander Ágúst, Sigurður Karl, Aron Ingi Kristjánsson og Nemanja Lekanic. Síðan á miðjunni Ástór Ingi, Aron Breki og Ævar Daði, Marko Jeremic, Jordan Chase, Tyler, Andri Morína. Þannig er þetta lið skipað. Árbæingar að byrja hérna vel, Lekanic með sendingunni tegin Hilmar. Lekanic fær hann aftur, kemur honum fyrir markið og Aron Bjarki í smá, ég segi ekki vandræðum, gerði þetta ágætlega, sló þetta út í tegin Hilmar. Búinn að jafna sig af bitinu, sýnist mér. Slappi stífkrampan allavega, eftir því sem ég best veit. Aron Bjarki grípur þennan. Liðin halda bara áfram þess að frá var horfið. Árbæingar reyndar byrja hérna miklum krafti. Sverrir fram á miðuna, Marino kemur niður, boltinn tilbaka á Sigurjón. Hann út af Hilmar lyftir þessu fram. Sigurður Karl skallar hann út á Aron Inga. Sendingin hins vegar bara beint á Hilmar. Marino, Hilmar fram á Sigurjón, Sigurður Karl gerir þetta vel. Frábær snerting hérna hjá Marino og Hilmari, hann er ennþá með hann. En
Ástór sýndist mér sem að stoppa hann á endanum. Frábærlega gert hjá Hilmar Elís og tekin síðan niður af Marko Jeremic. Held að þetta hafi verið rétt. Jeremic ekki sáttur en það vill oft verða. Marteinn sendinguna háa yfir á fjær. Það skalla út í tegin, Hafþór í skotið en það vel yfir markið. Sindri þarna í smá skóalaupi. Sjáum þetta aftur hérna. Það Marinó Hilmarsen að halda þessum inn á. Hafþór nær ekki að komast yfir boltan hérna. HK-ingar búin að minnka munin gegn Fram. Þar staðan 3-2 KR Keflavík, leiklokið þar, 2-0 sigur KR. Aron Bjarki að enda með þennan. Kristófer tilbaka á Hilmar. Frábært snúningur þannig á Gabriel út á Kristófer Áka. Kristófer rángstæður hins vegar. Sigurjón upp í hornið á Marinó. Marinó setur hann fastan inn á tegin aðeins of hár hérna fyrir Guðfinn Þór sem hann ekki að stýra sá markið. Leiklokið á Seltjarnarnesi, Grótta 1, Selfoss 0 í lengjudeildinni. Gróttumenn fara þá upp í 5. sætið. Skagamenn sitja þar í 3. sæti núna eftir erfiða byrjun með 14 stig, líkt og Grindavík. Og kemur langur bolti fram, Aron Breki. Lyftur sinn á teim, Morína tekur vel á móti boltanum, nær ekki kraftmiklu skoti á markið sem að leikur fram hjá. Sigurjón, Sverrir á Sigurjón, eftir tilbaka á Sverri. Morína kemur í pressuna, Sverrir lyftir fram, Chase Tyler vinnur fyrsta boltan, Marinó Hilmar vinnur annan, Guðfinnur Gabriel í hlaupinu. Hann undan Alexander í þennan, reynir fyrir gjöfuna, kemur boltanum fyrir markið en Sindri ekki í vandræðum með þennan, snöggur að koma honum í leik eins og vanalega. Lekanic fram á Jeremic. Gerir þetta skemmtilega hérna en Hilmar sér við honum á endanum, gerir þetta virkilega vel. Hilmar Elís. Hilmar vantar stuðning núna, finnur Guðfinn en Jordan Chase Tyler kemst á undan honum í boltan. Engin aukaspyrna dæmd. Marinó Hilmar lyftur þessu inn á tegin. Hilmar Elís þar mættur. Alexander gerir þetta vel og markspyrna dæmd. Hafþór vinnur skallaboltan. Finnur Kristófer. Kristófer reynir að finna Guðfinn. Erfið sending hérna. Kristófer gerir þetta síðan vel. Vinnur aukaspyrnu.
Þetta var svona reynslulegt. Kristófer Áka, gríðarleg stemming hérna í Árbæingum á pöllunum. Ungir og sprækir stuðningsmenn hér mættir. Aron Bjarki, Hilmar, eftir á Aron. Aron undir mikilli pressu núna. Hilmar kemur þessu frá. Boltinn endar hjá Guðfinni. Guðfinnur sér hlaup hérna á Marino og Hilmari. Sendingin ekki nógu nákvæm. Tilbaka á Sindra Þór. Sem að spytur hann beint á Sigurjón sem að missir hann frá sér. Ævar. Aron Breki. Á Jordan. Chase Tyler. Alexander. Lekanic. Á Ævar. Hafþór mættur. Tilbaka á Sigurjón, Kristófer Áki leggur á stað, lyftur honum inn fyrir á Marino. Marino inn á teiginn og þarna kemur Gabriel Þór með skot sem varið. Sindri Þór vel á verði þarna. Frábært, þetta nú sennilega bara eitt af betri færum Káramanna í leiknum hér. Virkilega vel lokað hérna á nærstöngina. Og hotspinna sem að Marteinn tekur fyrir Kára. Sveiflar þessu inn að markinu og Sigurjón leit þarna. Þarna hefði hann örugglega vilja gera betur. Nánast frí skallið þarna. Það er ekki að stýra þessu rammann. Marteinn minnur boltan fyrir Kára. Guðfinnur á Sigurjón. Sigurjón tilbaka á Hilmar. Hilmar með sendinguna út til vinstri á Kristófer Áka. Frábær sending. Gabriel nær að taka með sig. Gabriel Þór hann nær ekki að halda valdi á boltanum hann. Káramenn verjast vel hérna með þessa þriggjamanna línu sem hefur vallast í feilspori í þessum leik. Sverrir með hann langan fram. Marino í baráttunni. Alexander skallar þetta aftur fyrir sig. Kristófer Áki nær að taka með sér að hvað. Þetta endar í fangin á Sindra Þór Sigþórsssyni. Sindri með sendingun út á Lekanic. Frábær pressa hjá Kristófer Áka. Þarna vinnur á honum boltan og brýtur sem að enda með því að Lekanic brýtur á honum. Vel gert hjá Kristófer þarna. Gríðarlega sprækur ungu maður þarna. Gabriel snýr þetta inn að markinu. Ástór skalla frá Marteinn. Marteinn nær að komast á vinstri fótinn fyrir skotið og þannig er það Káramenn sem vilja fá hendi á Jordan Chase Tyler. En þeir koma hins vegar í hraðasókn. Sendingin í gegn. Jeremic er ekki í rangstöðu. Kemst á vinstri fótinn fyrir skotið og Sigurjón er fyrir. Nú er þetta að verða breytast í pínu bortennis hérna. Guðfinnur með sendingun upp í hotni á Hilmar. Hilmar yfir á fjær og hátt fyrir Gabriel Þór. Þessi sending beint á Kristófer. Þarna fer það í hendina á honum en við getum kannski séð þetta þegar að Káramenn vildu fá hendi hérna rétt áðan. Marteinn í skotið. Nei, það er engin leið að sjá eitt eða neitt þarna.
En þetta var hendi á Kristófer hins vegar. Hendi hefur verið svolítið orð dagsins. Vel spilað hjá Árbæingum. Aron Ingi. Frábær fyrirgjöf. En skalla frá Jordan Chase Tyler í skoti en það er allan tíman á leiðinni langt fram hjá. Það væri mjög forvitnilegt að fá markið þennan leik að öðru hvoru megin. Það myndi alltaf, held ég, breyta þessum leik töluvert mikið. Þannig að mörk breyta náttúrulega alltaf leikjum en það væri mjög forvitnilegt að sjá hvernig þessi leikum myndi þróast. Annars vegar ef að Káramenn skora fyrsta markið og líka þetta ef að Árbæingar skora. Aron Bjarki, Marína pressar á hann. Aron Bjarki með frábæri sendingu út á kantinn á Hilmar Halldórsson sem að kemst fram hjá Ævari. Reynir síðan fyrirgjöfina kannski aðeins og bráður hérna. Aron Ingi kemst fram hjá Sigurjóni en sendingin beint á Hilmar. Það er eitthvað á svona gömlu vana. Marteinn sendingin í gegn Gabriel Þór rangstæður. Ævar leika hérna ágætt á milli sín. Gabriel vinnur hann fyrir Kára en þeir missa hann strax aftur. Sindri langur fram. Hilmar Elís dæmdur brotlegur hérna. Jordan Chase Tyler snöggur að taka þetta. Lekanits inn að teignum beint á Sigurjón. Sigurjón lyftur honum fram á Guðfinn. Frábær móttaka hjá honum. Kristófer fær þennan bara beint til sín aftur. Kristófer fer í árásina. Fastur fyrir en beint á Sigur Karl sem að las þetta mjög vel. Eins og staðan er núna eru Káramenn að fara upp eitt sæti, upp í 8. sætið en með sigri þá geta þeir lyft sér upp í 7. sætið upp fyrir Magna og þá er ekkert mjög langt í þennan efsta pakka en það sem að hefur því miður oft vilja loða við Káraliðið það er skortur og stöðuleika. Það er svona hefur verið þeirra stærsti Akkilesar hæll. Gabriel kemur boltanum fyrir markið. Astor skalla frá. Ævar tekur við þessum og Sverrir stekkur á hann og brýtur á honum. Guðfinnur reynir að finna Sigurjón, gengur ekki. Aron Ingi erfið sendingi á honum sem var missefnast. Skemmtilega gert hérna hjá Guðfinni, gengur ekki í samt. Sverrir, já, gerir þetta vel. Marino í eltingaleik hérna, Marino í mikilli pressu. Sindri losar þetta fram, Sigurjón skallar hann út til hægri og út af.
Þá koma Árbæingar. Lekanic upp í hornið á Jeremic. Kemst fram hjá Hilmar að þessu sinni, lyftur þessu út í tegin aðeins og hár hérna. Aron Breki í baráttu við Hilmar Halldórsson og endar á að brjóta á honum hér. Og það er gult spjald á loft. Þriðja gula spjaldið. Það er einfaldlega fyrir að stoppa hraðasókn. Myndi ég halda ekki að þetta væri eitthvað gróft. Varamannabekkurinn í Árbæ fær að segja sína meiningu hérna. Sverrir Mar gerir smá mistök hérna. Æfa kannski ekki nógu mikið 11 og 11. Aron Ingi. Aron Breki undir pressu frá Hilmari og aukaspyrna loksins dæmd. Aron Ingi fær þennan. Boltinn berst inn á teginn, Sverrir Mar kemur þessu frá, Marteinn út á Hilmar. Hilmar skiptir yfir, Marino nær ekki þessum. Lekanic gerir það eins vegar. Fín vörn hjá Hilmari þarna. Boltinn tilbaka á Aron Bjarka. Aron, sultu slakur, tæpsending hjá honum Ævar. Með flotta takta hérna út á Aron Breka sem kemur með boltan fyrir markið. Sverrir Mar er réttum maður á réttum stað. Og kemur þessu frá. Tæpsending hérna frá Aronu Bjarka. Þá kemur Sigurður Karl og tekur nánast hotspinnu hérna með höndunum. Því líkast sem hann býr yfir. Káramenn koma þessu frá. Aron Breki í skotið og hvað er þarna? Aukaspyrna, nei, innkast. Já, þetta var ólíkt innkast. Líklega stíð inn á völlinn. Eða lyfta öðrum fætinum með eitthvað annað. Þá er skiptingar tvær hjá Árbæingum. Tveir menn að gera sig klára. Það er Marko Jeremic sem kemur af velli og er það Andi Morína einnig. Og já, við sjáum númerinn innan skamms væntanlega. Það er númer 9 Alfredo Ivan Arguello Sanabria og leikmann númer 15 Markus Máni Jónsson. Langur bolti fram hjá Káramönnum. Aron. Ævar brotið á honum. Finnst svona eins og Árbæingar séu búin að ná aftur svona betri tökum á leiknum. Séu svolítið við stjórnvölinn akkurat núna.
Aron Breki og Ævar standa við boltan. Kemur inn að markinu og vel gert þarna hjá Hafþóri Pétursinni, skallar hann frá og aftur fyrir 20 mínútur eftir hérna. Káramenn aðeins komnir í meiri varnargír, ekki náða að ógna mikið fyrir utan færi sem Gabriel Þór fékk snemma í hálfleiknum. Kemur hornspyrnan yfir á fjær, Sigurjón skallar frá, Gabriel verðist nú stökkva þarna með hendina í andlitið á, sýndist mér að þetta Ástþór. Getur nú kannski séð þetta aftur hér. Já, þetta er ekki neitt vilji í þessu. Það er Aron Ingi sem hefur fengið þennan, sýndist mér. Já, þá er Aron búinn að jafna sig og kominn inn á aftur hér. Kemur Sanabria með boltan inn á teginn. Hafþór stangar þetta frá, beint á Marino Hilmar. Reynir að finna Gabriel, gengur ekki. Sanabria skila sig vel tilbaka hérna. Sendi ekki frá honum, eins og beint á Hilmar Elís. Hilmar tilbaka á Aron. Aron lyftur þessu út til vinstri á Kristófer Áka sem skallar hann inn fyrir á Gabriel. Gabriel fyrstur á boltan. Alexander lokar á hann og innkast dæmt. Þetta er mjög áhugaverð hegðun hér. Þetta er mjög áhugaverð hegðun. Hann er á gulu spjaldi, mér finnst ótrúlegt að tiltalið láti duga hér. Þetta féll ekki kramið allavega í stúkunni hérna Káramegin. Þetta er svona Kristófer. Hún er innkast. Og innkastið er dæmt Árbæingum. Nú er eitthvað að byrja að gerjast hérna, finnst mér. Hver á þetta innkast? Nú er það Káramenn sem eru farnir að verða pínu æstari. Sanabria reynir að skalla hann áfram, gengur ekki. Kristófer eltir hann, þvertum yfir völlin hérna. Spurning hvort að Kristófer þarf ekki að skila sér aftur yfir hérna. Kemur langur bolti yfir til hægri en nær að halda þessum inn á Lekanits. Á Ævar. Aftur á Lekanits. Og Hilmar verst þessu vel. En Ævar hirðir hann upp. Tilbaka á Chase Tyler. Og
Guðfinnur loka vel á hann. Sigurður Karl yfir á Alexander. Nút á Ævar. Ævar reynir sendingunni í gegn. Á Markus gengur ekki, fær hann til sín aftur hérna. Ævar fer síðan í skoti, það nú í samherja. Aron Breki gerði Káramönnum smá greiða hérna. Guðfinnur skallar hann fram og Marino dæmdur brotlegur hér. Ég hef alltaf verið pínu undrandi á þessum dómum að reglan sér svona, sem að Marino veit ekkert hvað fyrir aftan sig þarna. En þetta sér maður dæmt í fótboltanum og búin ekki sjá lengi. Þarna augljóst mál að Marino hefur ekki hugmyndum hvað að gerast fyrir aftan sig, en þetta alltaf dæmt aukaspyrna, þannig að ég ekki að gagnrýna dóminn sem slíkan, ég kannski meira að gagnrýna regluna. Mér finnst þetta stundum mjög skrítið. Aron Breki, Sigurjón verst þessu vel. Sigurjón fram á Guðfinn. Guðfinnur út til hægri á Hilmar. Hilmar nær að halda þessum og taka með sér. Missir hann frá sér. Andri Júl grípur vel inn í hann og ætlar að fá að taka þetta bara. Skemmtilegi taktar hjá Andra Júl. Eru þetta á sínu fyrsta tímabili sem ekki leikmaður. Hilmar Elís í smá vandræðum hérna tilbaka á Aron Bjarka. Og kemur Markus í pressuna. Nú voru Aron að passa sig. Marteinn út á Hilmar. Hilmar fram á Kristoffer. Hann tilbaka á Marteinn. Marteinn lyftir þessu síðan fram. Gabriel leggur á stað. Hann komin inn fyrir Alexander eða hvað? Já, en Alexander með frábæra tæklingu. Kristoffer Áki stígur nú vel inn á völlin hana, en ekki dæmt á það. Sanna Bría missir þennan út af. Hann vill fá hana aukaspyrnu en fékk ekki. Gert hjá Chase Tyler, en Guðfinn búinn að vinna boltan aftur, en aukaspyrna dæmd á Guðfinn hérna í fyrra atvikinu. Það gerist nú nánast aldrei að við fáum 0-0 leik hérna í höllinni. Guðfinnur dæmdur brotlegur. Sindri lyftur þessu fram miðjan völlin. Hafþór öruggur með þennan. Chase Tyler finnur Ævar. Ásþór út á Lekanic. En á Chase Tyler. Hitt snúningur í honum. Aron Breki nálgast teginn. Fer í skotið, en frábærlega varið hjá Aroni Bjarka. Snöggur að koma þessi leik. Hilmar með sendinguna fram. Gabriel aðeins og seitt. Guðfinnur missir hann aðeins og langt frá sér. Kristoffer Áki, smá vandræði á vörninni. Kristoffer sér hlaupið hjá Gabriel. Gabriel nær hann að halda þessu inn. Hann gerir það. Kemur hann þessu fyrir markið. Það ná að koma þessu frá. Spáum kannski að sjá hérna meðan að það eru Káramenn sem ætla að skipta. Sjáum hérna skotið hjá Aroni Breka rétt áðan. Virkilega vel varið hjá Aroni Bjarka. Það bara Gabriel Þór sem að kemur á velli. Þetta ekki Fjalar Örn sem að koma inn á, sýnist það. Fjalar Örn Sigurðsson. Getur nýst vel í svona leik þar sem að mikil pressa í báðar áttir, hraðar sóknir. Kemur innkastið inn á tegið, inn á að koma þessu frá. Ásþór gerir það, boltinn síðan hrekkur út á Marteinn út til hægri.
á Hilmar. Hilmar lyftir þessu inn á teiginn. Þeir ná að skalla þetta upp í loftið þarna Sigurður og þeir hreinsa þetta séðan upp í loft sem eina vitið. Held síðan að Kolbeinn Tumi sé einnig kallaður til hér. Kolbeinn Tumi Sveinsson að gera sér kláran á varamannabekkni á Kára. Það fór tilbaka á Aron Bjarka. Aron lyftur þessu út til hægri á Hilmar. Hann skallar þetta fram, hittir ekki á Guðfinn. Marteinn í baráttunni. Sverrir Mar ætlar sér þarna í boltan en tekur Aron Breka niður og í rauninni eðlilega fær hann gult spjald hér. Sverrir Mar, ég held að þetta sé ekkert þetta að fetta fingur út í þetta neitt. Það er Sigurjón sem að kemur að velli. Sigurjón Logi Bergþórsson kemur að velli. Þetta er Börkur Bernhard Sigmundsson sem er að koma inn á. Rétt tæpar 10 mínútur eftir. Og Aron Ingi Kristinsson með aukaspyrnu fyrir Árbæinga. Boltinn inn á teiginn. Hafþór kemur þessu frá. Marteinn framlengir. Chase Tyler út á Lekanits. Aron Breki með hælspyrnuna inn á Lekanits aftur. Kristoffer Áki kemur þessu frá. Fjalar tekur hann niður. Chase Tyler nær honum. Fjalar síðan tekið niður af Sanabria hérna en ekki dæmt. Káramenn enda með boltan. Marin og Hilmar. Hilmar kemur utan á hann hægra megin. Fær boltan hér, Aron Ingi fer í hann og þetta er vítaspyrna! Aron Ingi Kristinsson tekur Hilmar Halldórsson niður hérna í teignum og fær gult spjald að launum. Þetta þurfum við að sjá aftur hérna. Marin og Hilmar þolinmóður bíður eftir Hilmari og Hilmar á snertinguna. Já. Og já, það er ekki gott að sjá hversu mikið snertingin er þarna. Hver fer á punktinn? Það er Marin og Hilmar, sýnist mér. Sem gerir það. Marino skorar af miklu öryggi í mitt markið. Og kemur Káramönnum yfir á 83. mínútu hér. Og ég sagði það áðan, það verður forvitnilegt að sjá hvað gerist ef að annarkvort liðið skorar. Sjáum aftur þessa vítaspyrnu hérna. Það er bara beinrist í mitt markið. Þeir verja hann ekki þarna. Nema þeir standi kjörur auðvitað, en ég ætla að leyfa mér að segja það að Káramenn, eins og þeir hafa spilað hér í dag, eiga klárlega eitthvað skilið út úr þessum leik. En það þurfti eitthvað sérstakt til að fá markið inn að leik.
og þetta eitthvað var vítaspyrnudómur sem að Aron Ingi var svo sem ekki sáttur með, en það væri það kannski óeðlilegt ef hann væri sáttur með hann, en hann var vildi ekki meina hann hefði tekið átneina snertingu á Hilmar hann, en þá koma Árbæingar. Nú erum spennandi að sjá hvað gerist. Lekanits með boltan inn á tegin, Hafþór kemur honum frá, Guðfinnur síðan lengir hann fram á við. Nú með að passa sig á að leggjast ekki bara í einhverja skotgrafir hérna. Markus kemur boltanum inn á tegin, siglir í gegnum allt, Hilmar, og lætur hann bara fara. Núna liggur Káramönnum ekki þá. Hilmar kastar inn og Fjalar nær ekki að fleyta honum áfram, skallar hann tilbaka, Sverrir Mar síðan og Börkur framlengdi þetta, boltinn tilbaka á Sindra Þór. Fjalar kemur í pressuna, Sindri öruggur í þessum spyrnum sínu fram á völlinn. Marteinn skallar hann út til hægri, en þar engin Káramaður. Nú má gera ráð fyrir því að vangbakverðir Káramanna liggi meira tilbaka, eins og bara bakverðir. Boltinn út í tegin, Sanabria leggur hann út, síðan kemur skotið frá Markusi Mána. Varamennirnir hérna að tengja. Ágætlega spilað. Taka Káramenn sér tíma í allt. Aron Bjarki spyrnir frá markinu, Guðfinnur upp í þennan, en Chase Tyler vinnur hann. Hilmar setur þennan upp í loft. Hilmar Elís tilbaka á Sindra Þór. Þessi seinni hálfleikur búinn að líða ansi hratt, en það er eitthvað sem segir mér að fyrir okkur heimamenn að þá muni þessar síðustu mínútur líða frekar hægt. Eins og staðan er, eins og ég sagði áðan, Káramenn geta lyft sér upp í efri hluta töflunar, þó ekki nema kannski í stuttan tíma, þar sem að þetta er fyrsti leikurinn í 10. umferðinni. Frábær vörn hjá Hilmari. Árbæingar ennþá með boltan, Marteinn kemur þessu frá, ekki lengur en á Aron Inga. Markus yfir á Alexander. Alexander hleður í skotið, það er vel fram hjá, og þá er tvöföld skipting hjá Árbæingum. Ástór Ingi Runnolfsson og Alexander Ágúst Mar Sigurðsson að koma að velli. Alexander mögulega kannski pínu heppinn að vera ennþá inn á vellinum eftir að hann var á gulu spjaldi og sparkaði boltanum full kannski harkalega í áttina stúkunni eftir innkast. Eyþór Ólafsson kominn inn á númer 7, stillir sér upp hérna í fremstu línu. Kemur boltinn beint á Guðfinn, nær ekki valda honum. Chase Tyler nær ekki að halda þessum inn á. Kristoffer Áki með innkastið. Kastar upp í hornið. Það var leikmaður númer 21, ég held að þetta sé Viðar Logi Pétursson. Ekki leikmaður númer 21, frábærlega gert hjá Fjalari, en aukaspyrna dæmd hins vegar.
engin leikmaður númer 21 á skýslu en það er leikmaður númer 99 sem er svona oft númerið sem að menn nota þegar menn er ekki í kerfinu mögulega. Lekanits lyftur þessu inn á tegin, Aron Breki nær að taka hann með sér og er það snerting á Aroni Bjarka. Hornspyrna dæmd allavega. Mér sýndist þetta. Og Aron Bjarki að fá hérna smá byltu. Það er að myndast áhugaverð stemming hérna í húsinu. En hornspyrna sem að Árbæingar eiga. Aron Bjarki nær ekki þessum og er það Káramenn sem skalla hann aftur fyrir. Eyþór Ólafsson varamaður, tekur sprettin yfir og tekur hornið líka hinum megin frá. Káramenn að þurfa að verjast hérna undir lokin. Eyþór með boltan yfir á fjær og hann siglir bara í gegnum allt. Og aftur hornspyrna. Þetta er fullmikið að í góða, segi ég. Aron Bjarki í smá vandræðum en nær að halda honum. Það þurfa Káramenn að koma sér. Börkur. Hilmar nær að koma þessum upp í horni hérna. Elmar Loga á eftir sér hérna. Og það er Elmar Logi sem að heldur hann mann út í hornfána. Það er sjaldnar sem að maður sér varnarmenn að gera það. Og Börkur vinnur hornspyrnu. Þetta vinnur allt með Káramönnum. Þeir skora ekki meðan að boltinn er þarna megin. En tegja lopan eins og er mögulega geta hérna. Það er ofsalega pirrandi að vera í tapliðinu eða liðinu sem er undir þegar svona er. Og markspyrna dæmd. Ég er ekki alveg viss með þetta. Sjáum hérna Marteinn með hann og ja, ég skal ekki segja. Káramenn í smá nauðvörn hérna. Aron Breki skiptir yfir Lekanits. Hann nálgast teginn, setur hann yfir á fjær og boltinn siglir í gegn. Eyþór tekur hann niður. Eyþór komið fram hjá Sverri út í teginn. Börkur kemur svo frá. Og Guðfinnur Leo, nei hann finnur ekki loftið en boltinn endar hjá Sindra. Engu að síður. Boltinn fram. Hafþór fær hérna sparki í andliti frá Jordan Taylor. Algjörlega ekkert viljaverk. Þeir þurfa að flýta sér inn á hérna. Ætla Teitur ekki að taka straugið til bróður síns hérna. Jú. Þetta virkaði ekki þægilegt. En gleymið því ekki að þetta lengir bara uppbótartímann. Og Hafþór þarf að fara velli. Það er bara aukaspyrna hérna. Og vill Aron Bjarki væntanlega fá liðið sitt bara framar á völlin. Aron lyftir þessu fram. Lekanits vinnur skallan. Elmar Logi. Á Eyþór. Aftur á Elmar.
sendingi frá honum ekki nóg nákvæm. Börkur þessi ennþá inn á Aron Ingi og Börkur setur hann út af. 4 mínútur komna fram yfir. Má alveg búast við einhverjum 6. Sigurður Karl með langt innkast hér. Löglegt að þessu sinni boltinn siglir aftur fyrir og það er hornspyrna. Þá kemur Sindri Þór inn á teginn. Allir nema Lekanits komnir núna inn á vítateginn, boltinn inn í teginn. Aron Bjarki tekur hann niður með sér. Kannski ekki meðvitaður að Sindri Þór sé þarna hafi verið inn á tegnum því að hann var ekki neitt að flýta sér, en Skagamenn tóku þarna straugið fram. Hilmar tekur straugið. Missir hann út af. 5 mínútur komna fram yfir. Ég ætla að giska á 6 samtals í uppbót eða hvað. Nei, það er komið. Kára sigur í Höfn hér á heimavelli. 1-0 sigur í ótrúlega spennandi og skemmtilegum leik hér gegn Árbæ. Sangjant, ekki sangjant. Það var bara 1 mark til þess að skilja liðin að hér. Og ég ætla ekki að segja annað en að Káramenn hafi alveg átt þetta sigur skilinn, þó að Árbæingar hafi alveg klárlega átt skilið að fá eitthvað út úr sínum leik. Frábært lið, en Káramenn hef ég ekki séð þétta og heilsteypta í sumar eins og hér í kvöld. Og skulum rifja upp það sem að réði úrslitum hérna í kvöld. Fyrst var það, sjáum við hérna, vítaspyrnu dóminn. Þetta er á 83. mínútu. Hilmar Halldórsson felldur hér af Aron Inga Kristinsinni eftir að Marino var búinn að bíða þarna rólegur eftir honum, og það var sem Marino Hilmar Ásgeirsson sem að skoraði af feikna öryggi úr vítinu og tryggði Káramönnum mjög verðmætan sigur. Þeir, eins og ég sagði, koma sér upp í 7. sætið með þessum sigri, og hversu lengi það endist veit ég ekki, en ég þakka kærlega fyrir bara samfylgdina hér og minni ykkur á að á morgun klukkan 6 er hér leikur á Norðurálsvellinum. IA Þór Akureyri í lengjudeild karla, og IA TV verður að sjálfsögðu á staðnum og sýnir þann leik beint. Snorri Kristleifsson á hróskilið fyrir sína vinnu á myndavélinni hér í kvöld. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og þangað til næst þá bið ég ykkur vel að lifa. Takk fyrir okkur í kvöld.